Til Seyðisfjarðar aðeins einn vegur, vegurinn yfir Fjarðarheiði. Á sumrin þetta skemmtileg leið, mikil náttúrufegurð og það einstakt að keyra niður heiðina, umkringdur fallegum fossum og sjá svo litríkan bæinn blasa við. Á veturna breytist þessi leið hins vegar í stöðuga ógn við bæjarbúa og aðra sem þurfa að komast á milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar. Að meðaltali vegurinn lokaður 17 daga á ári vegna snjóþyngsla eða óveðurs og að sögn Hildar Þórisdóttur, forseta bæjarstjórnar á Seyðisfirði, þá alls ekki verið að taka tillit til allra þeirra daga þar sem heiðin þungfær eða óvissa ríkir ástandið. Bið Austfirðinga eftir þessum göngum orðin rétt tæp 40 ár og þolinmæðin á þrotum. Við búum við vetrareinangrun yfir veturinn sem hefur valdið því að hér orðið 15% fólksfækkun síðustu 20 árin. Mjög mikið þjónusta hefur farið upp á hérað. Við getum ekki verið eitt atvinnusvæði meðan að samgöngur eru eins og þær eru og svo blasir það við að Hagstofan spáir fólksfækkun á Austurlandi 2030. Og besta byggðastefna sem til það eru greiðar samgöngur, þannig að sjálfsögðu viljum við fá göng undir Fjarðarheiði. Og það í rauninni ekkert sem stendur í vegi, það búið að rannsaka allt, það í rauninni liggur fyrir hvernig væri best að gera þetta. Hvað það sem stendur í vegi? Það fjárveitingavaldið sem náttúrulega hefur og stærsta hindrunin. Hins vegar held ég að við þurfum aðeins að fara að horfa á þetta út frá byggðasjónarmiðum. Nú blasir það við að 85% þjóðarinnar býr á suðvesturhorninu. Og ef framheldur sem horfir þá verður borgríki hér á Íslandi. Mögulega mun Akureyri lifa en restin af landsbyggðinni mun ekki gera það. Við horfum til Færeyja, þeir eru 50.000 og þeir eru búin að grafa göng í gegnum nánast hvert einasta fjall og við erum 360.000 tæplega og við hljótum að geta gert betur í samgöngum. Og þegar við erum að tala göng fyrir Seyðisfjörð þá erum við ekki bara að hugsa Seyðisfjörð, við erum að hugsa Austurland allt og við erum að hugsa framtíð heils fjórðungs. Og við erum að horfa á Austurland sem eitt atvinnusvæði. Og þetta snýst bara svo gríðarlega margt, hvort sem það heitir menntun, að sækja atvinnu, heilbrigðisþjónustu eða annað. Þetta bara heldur lífsgæðum hér niðri og okkur blæðir út. Svo einfalt það. Og þeir eru náttúrulega líka mjög mikilvæg höfn. Hérna kemur inn straumur af fólki í hverri viku. Það lítur að vera erfitt fyrir bæði ferðaþjónustu aðila og það nú mikið lagt upp úr ferðaþjónustu núna, það næsta það stóra, þannig að þarna steinn í vegi. Algjörlega og þetta Seyðisfjörður líklega stærsti ferðaþjónustu bær á Austurlandi og já, það bara koma fleiri og fleiri ferðamann hverju einasta ári, þeir eru mörg 100.000 sem að heimsækja bæinn. Við erum náttúrulega með Norrænu sem hérna þessi tenging við Evrópu. Og þetta hefur valdið miklu vandræði við hana og svo erum við bara svo heppin að búa við það að vera með höfn sem ótrúlega góð frá náttúrunnar hendi og í raun og veru einstök og vel staðsett. En það Fjarðarheiðin sem að skemma fyrir. En ég hef fulla trú á því að á okkar ákalla Austfirðinga, og ég vil ekki bara segja Seyðfirðinga, alls Austurlands, á það verði hlustað. Nú í raun komið að maður getur kannski kallað vilyrði fyrir því að þessi göng muni verða veruleika en þá talað bið á byrjun framkvæmda 10-15 ár. Já, sem fullkomlega óásættanlegt í okkar huga. Við viljum að hönnun útboð hefjist 2020 og þetta fari bara inn á fyrsta hluta samgönguáætlunar. Að setja eitthvað inn á annan eða þriðja hluta, það segir okkur ekki neitt. Og KPMG unnu hérna mjög vandaða sviðsmyndagreiningu þar sem dregin upp mjög dökk mynd af Seyðisfirði eftir 20 ár ef við fáum ekki Fjarðarheiðargöng. Þá munu búa hér helmingi færri heldur búa í dag. Hins vegar ef að göngin verður farið í göngin mjög fljótt þá munum við sjá sömu uppbyggingu hér og við höfum séð að gerast á Siglufirði. Og ég held að sé til mikils að vinna að halda byggð við í landinu. Þetta einstakur bær, þó við séum ekki mörg, þá eitthvað mjög sérstakt hérna sem fólk skynjar þegar að heimsækja okkur. Það að skapast hérna svo ótrúlega skemmtilegt og litríkt líka listasamfélag og bærinn að komast á korti í rauninni út allan heim fyrir það. Hefur raun og verið mjög lengi, þetta hefur alla tíð verið bær sem hefur verið í hringiðu listar og menningar og það í raun og verið svo sem
ekkert nýtt fyrir okkur en það svona þessi sérstæða sem hefur gert þennan bæ svona áhugaverð og venjulegan búsetukost. Og þú vilt ekki sjá þetta dala, er það? Nei, að sjálfsögðu ekki. Mér finnst þessi bær alveg magnaður og ég er nú sjálf alin upp í Reykjavík en ég vil ekki sjá Ísland verða að borgríki. Ég vil að landsbyggðin fá að lifa líka og til þess að svo megi verða þá þurfum við að bæta innviði, lykilinnviði eins og samgöngur.